daginn eða kvöldið, já. Já, við erum hérna sunnudagskvöldi. Bara velkomin í þannan annan þátt af Lykkjufallinu. Ég var einmitt að kíkja á það hérna á Spotify. Það eru 2 mánuðir. Við gáum út fyrsta þáttinn 29. ágúst. En svona er bara lífið. En er þetta ekki líka bara eins og með allt? Maður oft byrjar okkur verkefnum, svo stundum lífið bara gerist. Það er svo margt sem breytist. Við fórum líka bara svolítið kannski af stað og vorum ekki kannski, ég gerði mér enga grein fyrir hvað tók mikinn tíma að klippa svona þátt. Já. Við kannski byrjum á því að þakka kærlega fyrir móttökurnar við fyrsta þætti. Ég eiginlega bara trúði ekki viðtökunum sem við fengum og bara takk kærlega fyrir öll yndislegu skilaboðin og og líka bara vinkonum mínar komið þótt að væntum, margar sem eru ekkert að prjóna en hlustuðu samt, bara mjög væntum öll þessi skilaboð og þessi pása okkar, hún er ekki búin að endurspegla þakklætið og það var orðið breytingar, margt búið að gerast síðan 29. ágúst. Við erum núna að taka þetta upp í lok nóvember og það urðu smá breytingar í þínu lífi sem að kannski var svona stóra ástæða fyrir við settum þetta aðeins á hold eða aðeins á ís. Þannig að vilt þú kannski segja okkur hvað er búið að breytast hjá þér? Já. Það er, það var nú ansi mikið sko. Ég ákveð sem sagt upp í Gallerí Spuna sem sagt maður minn, hann vinnur náttúrulega hann er svona verktaki og það er alltaf minna að gera hjá honum á veturnar þannig að við ákveðum það að ég færi þá í 100% starf í Gallerí Spuna. Þá er ég ekki lengur að vinna til 3:30 eins og ég var að gera. Þannig að já, ég fór að vinna 100% og þá einmitt fór ég að gera mig grein fyrir, já heyrðu, þá er náttúrulega erfitt að vera í podcasti í leiðinni. Sem ég hugsaði ekki alveg, en ég er náttúrulega líka dálítið framheili eins og þegar ég ætti að vera með námskeið svo í október og ég er náttúrulega að byrja að vinna fullt í október og þá komst ég að því, já heyrðu, ég get ekki lengur stokkið storkin til þess að kaupa útsumskatt fyrir námskeið mitt, þannig ég er að misreina mig aftur. Þannig að ég er ennþá að venjast þessu og svo fyrir utan það það búið bara rosalega mikið að gera. Það búið að vera afmæli í október hjá öðrum stráknum mínum og við erum bara að vera með samprjón líka í Gallerí Spuna. Við hendum á stað í Sandsvetter. Það búið bara að vera brjála að gera sko út í búð út frá þeirri peysu þannig að seldist allt gatni upp hjá okkur leiðinni hérna Gepard Puno. Enda æðislegt gatt. Þannig við endum vel á sko, við pöntum bara aðra risasendingu og styrtum öðru samprjóni. Svo sama tíma þá átti ég náttúrulega að prjóna heimfrisett fyrir systur mína líka. Og fara út í þetta pressuprjón strax. Geðveikt og rosalega stressandi. Þannig að leið og ég er nánast búin með peysunum minni í samprjóninu sem náttúrulega bara akkurat enda október, þá bara 4. nóvember, ég er með þetta alveg svona nokkuð hreinu, þá byrjaði ég á heimferðsetti fyrir systur mína þegar barnið hennar er komið 1. desember. Hef ég tíma til þess að prjóna heimferðsett? Nei, en ég misreikna mig aftur. Mér leiði þess að ég hefði meiri tíma fyrir en ég komst að því ég var náttúrulega líka með námskeið, útsynnsnámskeið og sögurokki. Þannig að ég er svona fyrst að bara anda núna. Já, ég er svona pressuprjónaði buxur og húfu áður en fór á útsynnsnámskeið hérna í vikunni. Það var 8. nóvember. Námskeið. Dreif mér alltaf bara norður, byrja á peysunni í enda bara á sunnudeginum hérna og svo náttúrulega lendi ég líka bara einhverju smá hyggstað í blessari peysunum, hún var vitlaus, styrti reikinu upp. Já, ég er bara fyrst núna eftir 1,5 mánuð held ég örgla að geta hægt á mér fyrst núna, nokkurn veginn. Ég var svona að byrja nýri peysu núna sko en ég á eftir að fella á hérna Sunsetter peysunum minni sem er nánast búin sko. Ætlar að gera ítalska? Já, sjálfsögðu gerum við ítalska. Það er fallegasta affellingin, sko. Jafnvel þó hún sé alveg pointless í þessari peysu, af því að hún er svo víð, þú veist, þetta þjórir ekki tilgangi, þessi teginleiki. En þetta er svo, minnst þetta bara svo falleg, svona frágangs, svona, að horfa á. Þetta er eins og vélprjóna svona endir á peysu einhvern veginn. Já. Elska, ég lærði líka uppfitið, það var alveg dálítið hérna, ítalskt uppfit. Já, ég var að mynda að sjá vídeo á því daginn og ég ætla að pröfa það. Ég hugsa ég myndi geta gert þetta uppfit en ég er ekki að fara Ég þurfti að gera 3 sinnum sko á peysunni. Ég var ekki ég var líka í bíl, í myrkri. Frábær staður til að pröfa eitthvað svona flókið. Já, ég er alltaf að prófa fyrst svona þegar ég er í bíl á ferðalagi. Ítalska affellingin, það lærði ég mitt líka í bíl að leiðin frá Egilsstöðum til Reykjavík. Og hvað tók margar tilraunir til þess að náðu því? Það er rosalega margar tilraunir, en saman tíma þá var ég líka geðveiku uppnámi að það var ein kona sem hafði sendað mér skilaboð meðan ég var á leiðinni að uppskrift sem ég hafði búið til, að hún sagði sko að ég hefði bara sendt sér helminginu uppskriftinni og þá vildi meina ég var eitthvað leiðileg vissi og ég var bara, en PDF-skjal er bara 1 skjal, þú veist, ég get ekki sendt þér hálft PDF-skjal. Þannig ég var ekki að reyna þarna svara henni
eitthvað en hún bara eitthvað að blokkaði mig þannig að það tók mig hálfa ferð í bræðiskasti að læra þetta uppfitt. Nú ger ég bara ekkert annað. Ég bara dáist á öllum sem hafa þolinmæði í að bara læra. Ég hef reynt svo mörgu sinnum affellinguna sko, en ekki uppfittið. Ég hef eftir að pröfa það. Uppfittið, það fannst það einfaldara. Það lúkkar einfaldara. Lúkkar einfaldara. Ég þurfti að finna að þetta er einhvern veginn alltaf svona eins og vinstrifótur, þetta ítalska, vinstrifótur. Man verður eiginlega að finna þetta rétta vídeo til þess að fylgja eftir sem hendar manni. Ég hef bara ekki fundið nógu langt vídeo. Þau gera kannski bara 2-3 endurtekningar. Ég þarf svona 17 til að geta bara haldið áfram þangað ég búin að ná þessu. Ég held að sé þannig frá Knitting for Olive. Ég ætla að fór eftir því. Hún snýr annar hvernig likju áður hún byrjar líka að fella af, að taka af hérna. Öll hinn vídeo sko, mér leiði bara eins og ég væri með 2 vinstrifætur og ég væri bara nættan svo viss ekkert í hvort fótinn ég var að stíga sko. Það var tilfinningin. Ég nefnilega geri brugnulikkjuna þannig að hún verður snúin á prjónunum. Þannig ég nefnilega búin að skoða þetta en ég þyrfti ekki að gera það. En ég bara aldrei sé vídeo sem er nóg margar endurtekningar. Ég er alveg bara, ég hef ekki þolinmæði í þetta. Ég dáist á öllum sem hafa þolinmæði í þetta. Mér finnst hinn líka bara nóg fín. Þetta er undir, neðst, ef maður prjónar top down, ofan að niður. En jú, þetta er vissilega mjög falleg. En hún er rosa falleg í kraga sko. Það er alveg rétt. En sérst kannski ekkert sérlega vel eftir með loði gæt. Og líka þú sauma niður kantinn, það skiptir þingum og þetta er bara þar einfaldi kantur efst. Þannig að já, ég muni daginn gefur svona sens. Já, þannig að það er náttúrulega, hvað ég segja, búið að vera rosalega mikið að gera og það er líka bara, það er ástæðan fyrir að ég sjálf þarf hans að stíða til hliðar, bara líka því að ég á í erfileikum með að jögla og marga hluti í einu, sérstaklega ég vinn alveg til klukkan 6 og er í 2 öðru vinnum. Það er bara rosalega mikil breyting að fara úr 50% í 100%. Já, göfum minn góður sko. Það er rosalega breyting. En ég elska hverja mínútu hérna út í búð. Þetta er bara skemmtilegast að sé að geri. Þannig viljum við hafa það. Já, þannig að ég stíg þá til hliðar í þessi hlaðverfi að því að við getum ekki verið að taka ómikið á okkur og stundir þarf maður bara að runsa þér. Það er nefnilega það sem er svo erfitt. Maður langar oft svo að gera allt. En maður verður bara að velja að hafna þegar þú ert núna komin í 100% vinnu, þú ert með 4 börn, þú ert með námskeiðin og þú ert að gera neglur. Já. Þá bara það er ekki hægt að réttlæta fyrir sér að vera þá að gera eitthvað svona sem er kannski ekki að skapaði tekjur meðan hittar að skapaði tekjur. Já, og svo líka bara, maður verður líka tíma með börnunum. Nákvæmlega, maður verður að velja tíman sem vel og eins ofboðslega leiðilegt og mér finnst að vera þá styð ég þið samt 100% og ég bara hveti til þess, þetta bara er ekki hægt. Við getum ekki haft eitthvað svona vera að valda þér meiri streitu, það bara er ekki boðið sko. Þannig eftir þessu breytingar þá var þetta bara eina í stöðunni en ég er búin að fá með mér annan. Það er komin annar viðmælandi. Já, og við kynnum hana bara inn í næsta þætti. Hlakka mikið til að kynna hana fyrir ykkur. Hún er sko æði. Hún er æði. Ég er sjúklega spennt. En þú verður samt áfram, hvað segir maður? Með annan fótinn inni. Já, þú verður svona ekki algengur, þú verður kærkomin gestur. Já, ég ætla að vera kærkomin gestur. Já. Það kíkir svona við og við að þegar ég hef tíma þá ætla ég að setja yfir kaffibólla með ykkur. Já, alltaf velkomin. Thank you. Þannig ég held að það verði bara mjög skemmtilegt og við lani verður áfram með svipuðu sniði og við vorum búin að setja upp. Við fórum reyndar held ég ekkert í það í fyrsta þætti en við erum með stórplön og mögulega kemur þú þá bara að. Við vorum alltaf búin að gera alls konar vorum búin að gera mörg plön sko. Mörg plön og alveg mjög svona mikla dagskrá svolítið svona hvað erum að ræða um. Þannig að myndarlega 100% koma að fullt af atriðin þar. Já. Þegar að tími og orka gefst. Mér langar nefnilega sérstaklega þetta er mér mjög heitt mál en ég má klárlega vera fyrst á svæðum þegar við erum að tala um að fá borga fyrir vinnun okkar sem konur. Það var ég fyrst mitt heitasta mál hérna alltaf. Já, það er mjög heitur þáttur. Það er einn af þessum þáttum sem við tókum upp og við veitum ekki alveg hvort við getum notað hann eða ekki. Það var geðveikur þáttur, já, það var mitt. Þá var eitthvað bilun í kerfinu eða eitthvað. Við munum það ekki. Nei, það var klikkað upptakan. Mögulega get ég einhvern veginn, ég var svo miður mín að ég hef ekki haft styrkin í að gá hvort við getum einhvern veginn bjarga þessu. En ef ekki, þá munum við bara taka hann upp aftur. Ef við tökum hann 100% upp aftur. Ég held að það er bara frábært að gera hann bara alveg upp og nýtt af því að þá erum við mitt En myndum við kannski vilja gera það núna í þessum þætti? Við gætum alveg gert það sko. Já, kannski það bara. Ef við kannski bara gera það, myndu okkur í það? Já, gera það bara. Fyrst við erum hérna í þessum blessaðu þætti, þá
ætlum við bara að taka að fá borga fyrir vinnuna og sem sagt og hvað hún metin eða vanmetin kannski í prjónaheiminu í dag. Já, við vorum akkurat áður en við byrjuðum að taka upp, þá vorum við að tala um þetta, að það svo oft hort á svona handavinnu sem bara kannski áhugamál, að það er ekki tímt að borga fyrir vinnuna. Þetta hellingsvinna sem við erum að setja út í það sem við erum að gefa út. Bæði sem að sko áhugamál, en líka sko það alltaf verið að vitna í sko eins og á sínu tíma í gamla daga, þú veist að þá bara sjálfsagt mál að konurnar á bænum prjóna bara peysu og gáðu frá sér. Líka bara margir eiga ömmu eða frængu eða mömmu eða eitthvað sem rosalega duglega að prjóna á fólk. Já. Þá kannski finnst fólki mjög sjálfsagt að fá peysu, finnst kannski, það er bara eitthvað sem maður spáir ekki í. Maður spáir ekki, þú ert ekki að spá í vinnuna sem liggur á bakvið þetta þau fær flíkin í hendurnar. En þú veist að vissulega skilja alveg fólki sem kannski hefur ekki grunninn í handavinnuna á bakvið sig. Þú veist, ég fatt alveg að það fatt ekki vinnuna, ekki frekar en ég fatt ekki vinnuna þegar að vera að skoða bílinn minn hvað er að gera á þessum hálftíma og þeir eru að labba í kringum hann, veist, en þetta samt alveg vinna fyrir viki. Og það sem ég veist alveg verst eiginlega að sjá í umræðunum þegar aðrar handavinnukonur að gera lítið og vinnu annar handavinnukonu. Mér finnst það eiginlega svona örugglega í dag finnst mér það svona með því sársauka fyllsta sem ég sé, þú veist, þegar einhver langar að rukka fyrir vinnur sína og setur kannski það sem ég vil kalla almennilegt verð á, við erum ekki að tala um einhver 12 skall fyrir heimfyrirsett, setur ekki almennilegt verð á og það aðrar handavinnukonur sem setja út á bara þetta allt og dýrt, og bara tjóðs rugl verða þetta hjá þér, ég finnst það ekki við hæfi, hver og einn má rukka það sem hann vill fyrir sínar flíkur en það ekki á okkar að setja út á hvað hver og einn að taka fyrir. Ef einhver vill rukka 30 krónur fyrir heimfyrirsett þá bara you go girl, ef einhver vill rukka 9 skall fyrir heimfyrirsett bara you go girl í það, en við erum aldrei að fara að yfir og segja eitthvað sem bara okrari. Nákvæmlega. Okrari bara, mér svíður þegar ég segja. Já, og bara ég svo sammála, ég til dæmis, mér finnst óþægilegt ef ykkur spyr, hvað svona venjuleg lopapeysa að fara á? Ég til dæmis, mér finnst óþægilegt að segja hvað ég að selja minnar á því ég held að margir myndi bara fá áfall. Þetta gríðarlega mikil vinna, þú þarft að reikna með, ég meina, ef þú ætlar að vinna í sjoppu þessa klukkutíma sem þú tekur að prjóna peysuna, myndur þú sætta ef að fá 12.000 kall fyrir peysuna? Nei, þú veist, eitthvað 300 eitthvað krónur á tíman, þú veist, við getum bara gleymt bara alls ekki, bara hugmyndafræði, sko, þú veist. Ég held, ég allavega vil halda að fólki svona finnst, ég meina þú tímur að kaupa 100 svona úlpu, útivistarúlpu eða það ekki komin bara við flíspeysu? 200 skall, sko, með sölegu, sko. Ég reyndar ekki búin að vera að skoða nýlega en ekki að skoða 66. kannski bara flíspeysu sem fólk tímur á að kaupa fyrir marga 20.000 en tímur ekki að kaupa lopapeysu, handprjóna lopapeysu. Það einhvern veginn virðist vera hort öðrum augum á þetta sem finnst rosalega skrítið. Ég hef stundum hugsað að þeir sko, ég alltaf með þessa eina umræði huga sem ég sá fyrir ári síðan og þetta eiginlega bara akkurat ár síðan núna í nóvember og það var einmitt, sagði ein eitthvað bara já 60.000 krónur fyrir eitthvað svona heimaprjóna, eins og bara orðið heimaprjóna væri eitthvað gett ógeðslegt eitthvað. Þannig að ég hugsaði einmitt bara, myndir horfa eitthvað betur á þetta ef maður setti titilinn sérprjónað eða eins og sérsaumur, sérsniðu. Myndir ljóma það kannski betur og kannski eitthvað minna, eitthvað svona það sem þið finnst. Hún orðaði þetta eins og þetta var bara eitthvað svona ógeðslegt, hálfpartin svona, bara eitthvað svona heimaprjóna. Og þú veist, mér fannst þetta svo gali setning, ég bara heimaprjóna, ég bara hvað, það er ekki eitthvað svona, heimaprjónað er eitthvað sem einhver manneskja gerði fyrir þig í höndunum sínum. Heimaprjónað er bara kærleikur og ást ykkur í likju, það sem ég horfi á þetta. Heimaprjónað er eitthvað, þú veist, það er eitthvað svo nálegt manni, þú veist, þetta er líka þá búið að taka málin af þér, þetta passar fullkomlega á þig, þannig að mér finnst hún vera meira virði heldur en eitthvað sem kaupir þetta í búð. Algjörlega, þú veist, bara sentimental dæmi sem er að bakvið þetta, þú veist, bara hver likja var gerð hér í höndunum af mannesku sem sko satt heima hjá sér bak og fyrir, eitthi 30 klukkutímum, 60 klukkutímum í að prjóna þetta sett fyrir pínu litla ófædda barnið þitt. Það er ekki til neitt dásanlegar en það er bara dásanlegast það sem þú getur fengið fyrir ófædda barni. Þú veist, ég var að gefa systur minni núna heimfyrirsetti sem ég get bókstaflega sagt, ég gaf blóð, svita og tár í þetta heimaprjóna sett. Bókstaflega? Já, bókstaflega sko, bara magabólkur og alles hérna. En þú veist, hún var svo þakklátt, hún bara guð mig góður, hún bara þetta er svo fallegt, hún var svo ánægð með þetta. Þú deildir rosalega mikið frá ferlinu á þessu stressprjóni sem þú varst að Já, það var svo þetta heimaprjóna. Þetta var bara dásamlega, ég veit ekki hvað ég geti fengið svona fallegt sett út í búð. Takk fyrir.
þetta er ómetanlegt. Og fylgir barninu þínu allan tíman og næsta barni líka hugsanlega. Já, en þetta var líka svo þarna, þú sýndir svo mikið frá, búin að vera vakandi til 4 á nóttinni til að klára þetta fyrir þetta barn. Þetta er svo miklu meira heldur en bara að kaupa eitthvað út í búð. Þú ert búin að gefa allt í þetta til að hafa þetta tilbúið á réttum tíma og þitt sett bara ofboðslega fallega og vel prjónað og bara ofboðslega fallegt. En þú sýndir svo vel frá með ferlinu, þetta tekur tíma. Þetta tekur gífurlega tíma. Mánuð. Nei, 2 vikur, 2 dagar. En þú varst náttúrulega þú varst náttúrulega bara eitthvað annað. Þú varst að prjóna langt fram að nótt. Langt fram, já. Þetta myndi kannski hefði tekið eðlilega mannesku á eðlilegum tíma mánuð að prjóna. Þú náður að vippa út á 2 vikum með því að vera bara blóðsviti tár, langt fram að nótt að reyna að klára þetta. Seinast var ég þegar ég gerði fyrir vinkunum mína, þá var ég mánuð á þessu núna var ég bara akkurat 2 vikur, 2 dagar, þannig þetta er ekki eitthvað, ég veit ekki, mér finnst bara þegar kannski fólk hefur ekki puttan alveg púlsinu með þetta dæmi. Ég skil alveg það þekki ekki bakgrunn þetta, en ég skil heldur ekki af hverju að vera að koma með einhver svona erfiðar setningar, eins og það sé ekki þessi virði, þó ég fíl ekki hlutin á einhverju, þá er ég samt ekki fara að segja þetta er ógeðslegt málverk eitthvað, ég er aldrei fara að gera eitthvað svona eitthvað. Á Facebook-posti okkur málar bara allar að selja þetta á 80.000. Þetta er ótt sko. Þetta bara, eins og einn sagði líka bara hver sem getur gert þetta hér og eitthvað svona, já, getur alveg hvaða. Alls ekki, ég get ekki prjónað þetta sett sem þú prjónaðir. Jú. Nei. Það getur alveg hvaðan annar sem út í bæ prjónað, einhverja basic page, heimferðsett. Það þurfi ekki að vera heldur flókin sko. En það gefur ekki okkur rétt til þess að gera lítið úr því. Þó að einhver vinur geti gert þetta eða þetta, það er ómyndilega að vinna. Það er svona finnst mér líka svo ómyndilega að vinna, hún er ekki eitthvað 10.000–15.000 króna virði. Nú er ég búin að fylgjast alveg með verðum og heimferðsettum sem dæmi sko í tölvöruðum tíma og heimferðsett hafa ekkert hækkað í verði á netinu bara frá ég og næstu 20 ára eða eitthvað. Ég er 38 í dag. Þetta er alltaf staðið í samastað, þetta er búið að vera kringum 10.000–15.000 krónur. Fólk kvartir er 50.000 alveg töluvert mikið fyrir eitthvað svona heimaprjóna, en aðrir er til dæmis sætti sig við 10.000 krónurnar, en við vitum samt öll að gatni sem fer í þetta, það kostar alveg sletta og þú er komin út í eitthvað 10 skall, þá er það ekkert mikið í vasan eftir það. Eiginlega ekki neitt og hvað þú þarf að reikna upp fyrir tíman og ég er bara rugl sko. Auðvitað er þetta peningur og fyrir marga getur þetta verið mikill peningur. Gilega fólk sem er með rosalega lítið milli handana líka sko og þess vegna er að selja þetta svona ódýrt svo að einhver kaupi það, svo það fá einhver 1000 kall inn. Mér finnst það, ég skil það 100%. Ef að samfélagi væri ekki eitthvað að gera svo lítið úr vinnunni og eitthvað svona dæmi í leiðinni og fólki finnst alveg lagi að borga hærra fyrir það, þá auðvitað fengu þessu konur meira í vasan fyrir það sem væri náttúrulega frábært, en það er ekki keisið og meðan fólk er alltaf svo lítið úr þessu og þá náum við aldrei að hækka verðið á þessu settum. Hver og einn verður að verðleika sína vinnu. Þetta er sama með á vinnumarkaði. Við semjum öllum mismunandi laun. Þú verður bara að verðleika þig eins og þú vilt fá fyrir þína vinnu. Þú verður að verðleika þinn tíma og meta, þú getur verið með 2 heimferðsett, annað kostaði kannski 7.000 krónur garn meðan hitt kostaði 15.000 krónur garnið. Þetta er heldur ekki bara sambarlegt. Þetta er ekki sambarlegt. Garn er búin að hækka alveg bara gríðarlega mikið síðustu ár. Meðan ég er ekki að sjá verð fyrir svona handprjón hækka neitt. Nei, það hefur ekki hækkað. En eins og við tölum áðan, það er einhvern veginn svo margir hér ekki tilbúin að borga fyrir þetta og finnst þetta ógeðslega dýrt, en túristinn, hann er alveg tilbúin að borga eins og 60.000 krónur fyrir lopapeysu. Já, fyrir kannski vélprjóna lopapeysu sem er seld út í búð. Já. Akkurat. Sumar eru auðvitað handprjónar en margar eru vélprjónar og saumar erlendis. Og svo náttúrulega margar er líka alveg til að fara bara í ónefnda barnafattaverslun. Það er alveg tilbúið að splæsa í bara 40 króna outfit í barnafatnað sem er kannski saumar einhvers staðar í Bangladesh hjá fólki sem fær langt undir meðalaun borgás og fær borga bara einhverju klingu og vinnur kannski 16 klukkutíma. En heimaprjóna, já, það er eitthvað, ég veit nú ekki alveg en ég held ég veit hvar ég stendi þessum máli. Ég allavega vil trúa því að þetta kemur náttúrulega í menningun okkar einhvern veginn því að það er að þekka svo margir já, mamma getur prjónað þetta, amma getur prjónað þetta. Þetta hlýtur að vera það hugafar. Ég held að það er örugglega þetta hugafar sem er í gangi sko. Þú veist eins og Tolli gerir náttúrulega rosalega falleg málverk og það eru örugglega einhverjir sem bara ég myndi aldrei borga fyrir eitthvað svona málverk hjá Tolla fyrir 1 milljón þegar ég get bara fengið vinn minn þess að mála þetta fyrir mig fyrir 30 skall. Ef við sitjum þetta í málverk, nú er mamma mín málari, hún er ekkert allra. Hún
er bara fyrir ákveðin og þú veist, þeir sem þykja málverkin hennar falleg, þeir kaupa málverkin hennar á því verði sem hún selur þau á, en svo eru kannski aðrir með allt öðruvísi. Af því þú virðir listamanni. Já, þannig að þú verður bara að velja hvað höfðar til þín. Og fyrir utan eins og handavinnu, þá eru líka ótrúlega margir sem eru að notfæra sér vinnu þeirra í eitthvað svona potential, þannig að... Þeim er búið eitthvað tækifæri fyrir möguleika á einhverju. Já, í stað fyrir bara að borga þeim fyrir vinnuna, að þá búið að selja þeim þá bara hugmynd, ef við gerum þetta hér, þá þú fyrir að græða þessu hér. En það er alltaf, ef við gerum þetta hér frítt, eða við gerum þetta hér fyrir bara minnsta peningin. Ég til dæmis lendi, mér var boðið rosalegt tækifæri, ég man ekki hvort ég var búin að segja það, en það var mjög stórt bandarist fatafyrirtæki sem hafði samband við mig og vildi fara í samstarf. Þau báðu mig að hanna uppskrift sem að þau ætluðu svo að kaupa af mér fyrir 100% höfundarétt og ég átti að finna ráða konur til að prjóna þessa peysu. Þau vildu 250 peysur og ætlaði að gefa það út núna í október. Og svo eftir 5 mánuði þá spyr ég áður en að við vorum komin á það stig að ég var að fara að ráða prjónarana og þá segi ég, en getum við kannski aðeins rætt hvernig ætli þið að greiða fyrir þetta verkefni. Það sem að þau ætlaði að bjóða mér var því 1,50 af því sem ég vildi fá fyrir vinnuna. Og ég bara eitthvað, þú veist, hvað heldur þau að ég ætla að vinna alla þessa vinnu, einmitt, fyrir eitthvað potential, fyrir eitthvað mögulegt tækifæri, þetta var ógeðslega spennandi verkefni. 250 peysur er líka ekki eitthvað smá magn, sko. Þetta var smá skellur og ég var alveg svolítið miður mín, en ég var samt hugsaði bara, miður mín fyrir hvað? Fyrir eitthvað möguleika, fyrir eitthvað potential, því að ég veit ekki hvernig þeir hefðu auglýst þetta, hefði það verið mjög skýrt að ég væri hönnuðurinn, ég ætla ekki að vinna alltaf þessa vinnu frítt. Já, það eru fyrirtæki sem að sjá kannski bara, hér lítur hönnuður eða hér er eitthvað kona sem er að prjóna, við getum kannski er hún til í að gera þetta fyrir klink og við erum komin svona inn í verkefni, þetta er ógeðslega spennandi, hún er kannski til í að gera þetta. Það er bara sturla, það er bara rækilegt, þetta er alveg gali hvernig þið komið fram með. Sko, ég veit til dæmis mörg fyrirtæki eins og svona blaðafyrirtæki hafa ég að vera að bjóða konum eins og að vera í viðtal og þannig og ekki sitja fyrir en í viðtal og þannig alltaf bara ókeypis. Það er aldrei borga fyrir einhvern fyrirlestu sem er að koma með eða eitthvað, alltaf með þetta eftir að gera svo mikið fyrir. Býtu, nú man ég meira það sem einn sagði við mig, það var íslensk tímarit og þeir voru á sínum tíma að bjóða einhverjum íslenskum hönnuðum að setja uppskriftina sínar í og þeir borgu sko bara eitthvað skít og kanil fyrir uppskriftina sjálfa. Það rann náttúrulega svo til fjölda allra annara. Þannig tæknilega séð þá fekk uppskrifturhönnurinn, hann fekk langminnst, hann fekk bara, að því hann alltaf bara með eitt verð, gefur á sér uppskriftina og hann bara bókstæla bara selja uppskriftina frá þér. En fyrirtæki hitt, það græðir alltaf á þér í leiðinum þessu hér. Í raun er það er ekki sko svo sem gerði uppskriftin sem græðir á þessu því að þetta blað birtist þetta bara einu sinni og svo kom annað blað, þannig að auglýsingin fyrir hönnin, hún verður ekki neinu, en þeir eru alltaf að fá eitthvað svona nýtt efni hjá sér, þannig að þeir eru alltaf að græða því. En samt er fyrirtæki alltaf komið þetta hér, þú ert að fá aukið svona meiri sýnileika á þig og þá selur þú örugglega fleiri af hinum uppskriftunum sem þú ert með og eitthvað svona og fleira fólk veit hver þú ert og eitthvað svona dæmi. En þegar botnurinn er hvolft, er það þess virði fyrir blað sem auglýsir þig einu sinni og svo komur einhver annar nýr eftir á. En þú ert búin að missa af heillir uppskrift sem þú eittir sko biluslegum tíma í. Við vitum alveg hvað fyrir mikill tíma í uppskrift. Fyrir sko einhverja smá glætu af sýnileika sem er svo bara farið. Þannig þetta er bara svo mikill gillinboð einhvern. Ég vona svo innilega að þetta dragi ekki úr þeim sem er að gera eitthvað, þeim sem er að bjóða upp á einhvers konar þjónustu tengdri handavinnu. Vel, ef þeir alltaf kallaðir okrar allan tíman, þá náttúrulega endar að fólk gefst upp að þetta fær ekki borga fyrir vinnun sína. Ég meina, ef að þú væri núna, einhver myndi byrja að kommenta á Facebook og Instagram undir námskeið þín undir okkur, það er ekki hvetjandi til að halda áfram. Nei, ég myndi 100% taka örugglega inn á mig sko, að þið bara eins og að þegar ég var leiðin á Egilsstöðum, það er bara, það eyðilega daginn fyrir mér. Já. Bara algjörlega, bara eitt svona lítið komment, og það er náttúrulega skarparum minn var náttúrulega ekki nærðið en sterkur þarna sko, en ég alveg kjökur alveg bílnum. Nei, ég meina, maður mun alltaf lenda í einhvers konar árækstrum þegar maður er að selja eitthvað og það er bara eðlilegt, maður verður enga stjórni við því og maður verður bara að taka því. Ef einhver í dag ætlar að kalla mig okrara, þá allan daginn væri ég bara, ég er bara ekki kona fyrir þig, mín námskeið er þá bara ekki fyrir þig og það er bara alltaf læg. Þú vilt eitthvað námskeið sem kostar að minna, svo hefur meira, sem er kannski meira affordable og það er líka bara allt í lagi, og svo öðrum sem finnst ég bara ógeðslega ódýr. Já, þannig að þetta er alveg, maður getur ekki plýsa alla en ekki skrifa vegginn hjá mér að ég sé okrari. Nei, einmitt. Mér finnst líka bara svona
En við horfum á handavinnuna sem bara, að ég veit ekki, þetta er bara samfélag. Myndirðu kalla eitthvað söngvara, hann rukkar svo, hann svo dýr á tónleikum. Ég meina, kannski segir ykkur það eitthvað, en ég meina, fólk er bara að rukka fyrir það sem þau meta tímann sinn á. Ég meina, sumir af þessum tónlistamönnum er að rukka. Hann er kannski of dýr fyrir mig núna, Já. En ég myndi ekki kalla hann okrara. Hann er bara að rukka bara verð fyrir þá vinnu sem honum finnst að vera virði. Ég meina, ég var núna í viðburðarbransanum í mörg ár og það fór líka bara eftir hversu mikið langar okkur í þetta atriði. Bara að þú hugsa út í það. Þau þurfa að gera sér til, þau þurfa að koma í hljóðtest, þau þurfa að undirbúa sig, preppa sig. Það er ekki bara ósýnilega vinnan. Já, ósýnilega vinnan. Það er ekki bara að mæta í 20 mínútur. Það er svo mikil vinna bak við þetta. Og þetta er til dæmis þegar fólk sér bara einhverja peysu. Það er alls konar garnið sem þú notar. Það er mögulega að þú notar kannski grófara garn, þá hefði áferðin ekki komið eins vel út. Það eru svo margir þættir og kannski varst þú búin að gera einhverja pröfur, þú varst kannski búin að kaupa mismunandi garn. Það er endalaust sem fer í þessa vinnu. Það er bara, fólk gerir sér ekki grein fyrir ósýnilega vinnu sem er bak við þetta. Og svo fyrir utan það, þegar þú ert búin að leggja svona mörg ár í þína list, ég gera það sem þú ert að gera og til þess að þroskana og svona fullmótana í leiðinni, mátt ekki þá bara fara að rukka það sem þú einmitt vilt og það sé bara það virst, Algjörlega. Þegar þú ert búin að eyða fjölda allra tíma í að stúdera þína hæfileika, þetta er bara vinnan á bakvið, þetta er bara svo gíflega, af hverju máttu þá ekki bara rukka þetta mikið án þess að einhver sé að dissa þig, af því að fólk á ekki að vera að bera þennan saman við þennan eitthvað, já þessi rótir er eitthvað, en það þýðir ekki að þessi þurfa að vera jafn ódýr, og það endar bara með, ef allir er að vera ódýr en þessi, það endar bara með að það fær enginn eitt fyrir vinnun sinna. Bara alveg eins og með tónlistafólkið, ef við yfirfærum það bara í handverksfólk, þá er fólk kannski ef það veit að þú ert góð í því sem þú ert að gera, þá vil borga sanngjarnt verð fyrir það sem þú ert að prjóna vegna þess að veit að það er að fá gæða vöru. Algjörlega. Það vill eiga þetta frá þér sem listamann. Ég í dag kalla prjónakonur oft listamenn, ekki eitthvað bara prjónarar eða heimaprjónarar eða eitthvað alga. Fyrir mér eru margar, þær eru bara listakonur, bara í sínu, bara í textíl. Sem betur fer er fullt af fólki að núti sem kann að meta þessa vinnu og tilbúið til að borga fyrir það sem fólk fá fyrir vinnunum sína. Með náttúrulega auknir umræði, það er bara ótrúlega mikilvægt að tala bara svolítið, kannski ekki alveg reglulega svo fólk fá ekki alveg ógeð þessu en að rifja þetta upp allavega, taka þetta upp svona öðru hvoru, bara til þess að fá þessa áminningu hvað þetta skiptir handverksfólk miklu máli, að fá borga fyrir vinnun sína og að vinna hans sem metin. Þannig með umræði þá bara algjörlega þá stefnir þetta, ég held að þetta stefni allt í réttir átt allavega. Fólk eru meira meðvitað kannski hvað er á bakvið. Ég vona það allavega. Það er enginn fara að vinna í Elko og fá 300 krónur á tíma. Og ekki heldur þær sem segja að þetta er svo okur. Það er aldrei fara að setja sig 300 krónur á tíman. En ég er einmitt sammálaður. Mér finnst allavega með við svona, ég hef séð jákvæða umræðu þetta á netinu og ég vona líka bara að við getum svona búið til bara og ef fólk hugsar einhvern veginn þetta sem meira bara svona samfélag. Hvetjum aðrar konur til að vera að gera, ef þú getur skapaði tekjur með því sem þið finnst gaman að gera, þá bara hvetjið þið til þess. Mér finnst það bara frábært. Ef þú vilt fá eitthvað x upphæð fyrir þitt heimferðarsett, þá bara you go girl, þú veist bara endilega. Bara þú setur verðið sjálf og ekki hlusta á að því þetta er minni hlutin eins og þú nefndir áðan, það var ein kona sem náði að eyðileggja fyrir þér heilan dag. Já. Ein kona, en allir hinir sem eru búin að vera bara vá, þetta er geðveikt. Ein neikvæð rödd vegur á við 100 raddir. Það er bara þannig. Og ég held einmitt vona með aukinu umræðu að þá lærir maður kannski meira bara svona æjá, þetta er bara ákveðna raddir sem við þurfum bara að lækka þessi. Bara loka eyrum. En núna er þetta síðasti þátturinn okkar saman allavega í kannski í bili, einhver tíma. Þannig að ég langar að spyrja, hvað er núna á döfunni hjá þér? Hvað er á dagskráni? Oh my god, það hljóma að ég verið að prumpa í migrinn, en þetta ég purra, en ok. Það er ekki hljóma eins og prump, en ég var að purra með munninu. Það sem er það er bara náttúrulega jólin er að koma, þau eru náttúrulega bara störlun, sérstaklega fyrir okkur 4 barna, 4 börn mín heima 6 manna fjölskyldur minni, pluss barnabörn og stjúpbörn og læti. Við erum fara í þetta í svona stressskýr, en ég er alltaf að reyna að vera mjög skipluð, þannig að maður er búin að kaupa jólagjafir. Ég hélt að ég myndi ekki ná upp í 1 námskeið í enda nóvember. Ég postaði því að ég hugsaði það er allir búin að vera að versla jólagjafir og Black Friday og ég bara nú er svona fólk seinsta sem hugsaði námskeið. Nema það ég fullseldi upp á námskeið sem var í enda nóvember og það var svo margar á biðlista að ég hendi öðru námskeiðin og fullseldi það líka.
Ég bara sé bara story eftir story, það bara fullbóka, mér finnst það geðveikt, ég elska að sjá þetta. Ég bara minnst þetta svo gaman sko, þegar líka það gleður svo mikið svona handafni hjarta mitt og ég hugsa alltaf sko, nú sko amma mín, hún er alltaf mikil handafnukona og nú er hún alltaf svolítið bara lasin núna, en ég hugsa alltaf bara hvað myndi gleðja henni hjarta, hvað margir hafa fengið áhuga fyrir útsemi. Ég er alltaf að hugsa, ef hún myndi alveg helling, þá er hún ógeðslega stolt af mér. Ég er ótrúlega stolt af þér, þannig ég veit að amma er það 100% líka. Mér finnst bara svo, mér líður bara eins og, hvernig á að segja þetta, svona, tilfinningin er bara svo góð, maður bara, þegar maður er búin að gefa svo mikið einhvern veginn og uppskera, og það er ég ekki, ég er ekki uppskera í einhver svona fjármáladæmi, ég er að uppskera bara hvað aðrir eru að sjálfur að taka til sín. Þess að ég er að horfa aðra að blómstra svo mikið í handavinnur og vera svona partur að það er trillt. Það er bara nærandi. Það er svo nærandi, bara alveg svo fyrir uppskriftarhönnu sem gerir uppskrift og sjá alla vera að prjóna peysurnar sínar og svo eins og þetta hér, ég er að sjá alla vera að byrja að læra útsaum og svo þær byrja að fikra sér bara áfram, ég kem ekki svona nálægt. That's all on them sko. Þá var þær mitt byrja svona einsenda á mig daginn, hún bara, dóttir mér langar svo mikið sveppi og eitthvað, hún bara ég verði alveg að sína þér. Ég er búin að sauma út svona fjölda á svona litlum sveppum, það fær svo gott í hjarta sko. Ég var bara, oh my, bara þetta litla sem að hrindi maður stað, það er búið, þetta er bara svona snjóboltafekt, það eru bara komnar full on í bara útsum í prjón. Þetta er að besta sem þetta gefur á sér. Þetta er 110% það besta sem gefur á sér. Bara útsumur bara einhvern veginn hefur tekið algjört stökk sko. Líka bara Katrín hússtjórnarskólanum, hún náttúrulega á líka stóran þátt í þessu, hún er að sína ótrúlega mikið að útsumur frá sér. Hún er til þess að líka út í Lereft, Sengaveri-sett, gera harðangur. Ég er eiginlega big believer að harðangur komi líka sterkur innbræðum. Hvað er það? Harðingur á Klaustur, það er önnur típu útsumu, það er ekki frjálsútsumu eins og ég kenni, en það er hefur ekki séð svona gamaldags sængufatna og það er svona eins og útsumu svona margir litlir kassar og bara klippa inn í. Þetta er mjög íslenskt Jú, er þetta oft svona dúkar eða eitthvað? Já, þetta er svona dúkar og þetta er alltaf sko sama, þetta er alltaf annarkvort líkur þráður en bara lóðrétt eða bara lárétt. Og þetta eru 5 spór sem eru alltaf saumuð. 5 lárétt spór, 5 lóðrétt spór, svona upp í svona, myndar þetta einhverju svona ferhyrninga og svona kassa, díkla eitthvað. Þetta er ótrúlega fallegt. Þetta er fallast þessi ég sé í rúmfatnað hjá svona unga bönnum. En að fá þannig eða heimferðsett, þetta er það bara besta heimasumað. Þetta er það besta sem getur fengið og fallegasta. Og gleðið mér líka svo mikið sko að þegar ég fer núna í A4, ekki það ég fara eitthvað oft þarna í A4 að kaupa garn, en stundum vantar mér ákveðna liti sem ég finn ekki lengur. Það liggi ekki bara ryk á rekkunum. Já, talaður um þetta í síðast þetta, mér finnst það ógeðslega fyndið. Þegar ég bara alltaf heimætti, þá þurfti ég svona að blása af þeim, það er greinlega enginn að sauma í dag, eða þá var enginn að sauma sko, þannig að þetta var allt einhvern veginn, það nætti ekki eins og neitt að dusta á þessu. Nei, mér finnst þetta magna sko. Bara galið. Ég held að þetta sé líka bara að fólk vissi kannski ekki hvað átt að gera við þetta og nú ert þú búin að búa til vettvang þar sem að fólk, ég á fullt af svona útsaumstóti inn í skáp, bara kann ekki, ég veit ekki hvað ég á að gera við þetta, allt eitthvað dót frá ömmu. Við þurfum fara að sitja saman sko. Það væri ótrúlega ég bara hef ekki gefið mig tíma í það en vá hvað væri gaman og líka ég með eitthvað sem amma var byrjað að sauma út og það verður svo gaman að klára það. Og hún er ótrúlega falleg svona bastkara með svona útsaumuðu silki svona, sem koma svona eins og svona púðar og tölur, þetta er ótrúlega fallegt og þetta bara safna rykin í skáp hjá mér því ég veit ekki hvað ég gera við þetta. Gamla daga þá eru sko 12 ára gamla stelpur þetta sem saum út sko heilu dúkana. Bara heilu dúkana. En nei, þetta er alltaf senustu 2 námskeiðin hjá mér núna. Ég kem ekki fleiri fyrir, ég langar líka bara að slaka í desember. Ég held ég sé búin að vinna mér rétt til þess. Ég styð það. Er það ekki? Jú. Ég þarf samt 100%. Eitthvað að stúsast í kannski einhverjar í eitthvað auka. En heldur þú verða svo ekki þú verður með fleiri námskeið en þetta sem er í janúar eftir áramótið þegar? Ég ætla bara ekki að vera með námskeið í desember. Ég langar bara að njóta þess. Bara skreita með strákunum hérna í bráðum, eiginlega bara núna í nóvember, skreita með þeim og svo langar mér bara pakka inn jólagjöf í desember, halda jólin og svo ætla ég ætla að reyna að útfæra nýtt námskeið yfir jólin, svo verður aftur grunnnámskeið hjá mér bara í janúar, miðjan janúar, enda janúar. Ég er aldrei með neitt svona hreinu en ég ætla að reyna að fara líka að auglýsa þau aðeins betri fyrirvara hjá mér, þetta er svolítið svona ég nú að ég lausa viku. En ég meina það er að seljast upp í þetta þannig. Já, samt betra að hafa mig fyrirvara. En áður en við byrjum að taka upp þá varst að tala um framhaldsnámskeið. Já.
Það er ekki líka eitthvað sem er Jú. komið eftir áramót? Jú, það er ennþá svo mikið að gera í grunnnámskeiðinu útsumi að ég hef ekki náð að vinna í Ég skil. framhaldsnámskeiðinu. Það er samt geðveikt. Það sé svona mikill áhugi á þessu. Það er trillt sko. Svo bara margar sem er líka að bíða mín bara fyrir norðan og vil ég koma aftur. Já, þú fórst núna á Sauðárkrók. Já, Hvernig var, þú er líka búin að fara norður á Akureyri, er það ekki? jú, ég var að garna í gangi í byrjun ekki byrjun í janúar, 20. eitthvað í janúar. Þá seldist upp á öll 3 námskeið sem voru þar. Ég varstu með 3 námskeiðar. Það áttu bara að vera 2, hefum við það bætt inn. Vá, ok. Og sama með núna í rendur sko, það áttu bara 1 námskeið, þú veist, ég hugsa að þetta er frábært tækifæri bara til þess að keyra norður og svo get ég hitt og afa. En það seldist allt upp á það og seinna námskeið líka, þannig að þetta voru 2 námskeiðar á einu degi. Geðveikt. Ég er alltaf mikil vinnálki, þannig að þetta er bara að gera kyrt mér svona yfir allan daginn, alltaf bara Það þér mjög vel. henta mér mjög vel. Elsku framheilin ég. En þannig er þetta svona að gera eitthvað sem þú bara brennur fyrir, annars værir ekki að gera svona mikið af þessu. Já, þetta er algjörlega bara hot passion ástriða sko. Já, hot passion. Hot passion ástriða. Love it. Líka bara nú einhvern veginn að þegar maður nú er ég alltaf í Gallerí Spuna og ég var alltaf öðru vinnustæði hérna undan sko sem ég leiði ekkert til vel á. Og þetta er orðið svo mikið svona viðbrigði þegar þú komin inn á vinnustæði sem þér líður ógeðslega vel á og þú svona endurheimtar kraftaninn og svona hægt og rólega á þeim stað og þér líður bara svolítið svona eins og þú sért alltaf að fara í frí þegar mætir í vinnuna. Já. Þetta er búið að ég hefði örugglega aldrei náð að gera fyrsta útsýnisnámskeið að ég væri ekki á góðu vinnustað. Því annars væri ég bara ennþá að deyja innra með mér á einhverjum stað þar sem ég næði aldrei blómstra á. Nei, einmitt. Það er nefnilega allt annað einmitt að koma heim endurnærður og hafa orku í að gera það sem þér Hjálp, langar sko, og já. skapa eitthvað frekar en að koma heim og þau líður bara eins og Átt tómur ekkert eftir. ruggsuppbyggi. Þú átt ekkert eftir. sko. Bara átt ekkert. Núna sé ég bara í dag, þetta var bara álag, þetta var bara streita sem var að hrjá mér þarna. Ég kom einhvern svona pressuhausverk sem eru svona beintengdur við einhverja massa vöðabólgu eða eitthvað. Ég var slæm í öxlinni. Bara sem ég var komið einhver svona íþróttamiðsli eitthvað. Mjög skrítið. Svo bara 9 mánuðir seinna, þetta er allt farið, bara allt. Öxlin góð, nema því ég prjóna mikið. Vá, kannast við það. Þá fæ ég svona aðeins verki hérna aftur sko. En það er líka beintengt sko, pressuprjónunum mínu Sérstaklega pressuprjónunum. Ég var farin að finnast fyrir svona stress-einkennum hjá mér að fylgjast með stóri þegar ég var svo invested. Ég var að fá sko sömu einkenni ég var þegar ég var í hinni vinninni. Ég trúi því. Ég var að byrja að fá sko, ég var að fá hausverkin aftur, ég fekk bakflæði, svo fann ég magabólgurnar að fara að skriða tilbaka alltaf. Ég er bara guð, ég er að dreifa mig. Já, þetta er líka bara gott svona stutt season. Stutt, já, gott að það stutt. Takk þetta bara eitt þetta Bara og á hörskunum bara ekkert annað á næstu mánuðina. Þetta var rosalegt sko. Já, þess vegna tók ég og gera 1 eyrnaband. Bara að vera með 1 verkefni í höndunum sem þú prjónar þig bara strax í gegnum. Þú ert bara búið með það. Það er alveg heilust og þú klárar það bara á 1 kvöldstund eða 2 kvöldstundum. Bara þetta eyrnaband gaf mér sko bara, allt tilbaka. Ég er bara, ok, yes, ég er bara komin í gýr, ég er bara komin í gang aftur. Og nú er ég bara tilbúin að fara í aðra peysu. Ein eitthvað nefndi mig, hún bara, guð, ég er bara, svona fer ég prjónulæðir í eli. Ó nei, svona fer ég manjur bara. Prjóna manjur. Þegar ég þurfti að rekja upp peysunum mína, heimferð að setja peysunum mína og var þetta með tárun í augunum og þá er ég alltaf dálítið þannig að þegar mér líður ömulega að þá er ég ekki bara að borða eins og mikið af kolvetnum ég get, þetta er lagst í líka á neti og ég panta mér alltaf eitthvað. Þannig að ég var inn á Prjónusi og var einmitt bara þetta er geðveik peysa og ákvaða bara að veluna mér og eins og ég sagði í stóri hjá mér á daginn ef ég tæknilega sé fæðst á þessum hérdegi þá ég tæknilega sé átt afmæli þessum hérdegi þannig að til hafa ekki ég þannig að tæknilega sé til hafa ekki ég ætla að gefa mér þetta gjöf. Þannig að ég keypti í þessa peysu og var að fá hana og nú er ég að byrja að prjóna nema núna ætla ég ekki að segja frá hvaða peysu þetta er ætla ekki sinni heldur hvaða gatn þetta er svona eins og ég er vön að gera af því að ég ætla að hafa þetta svona leyni er ekki allir til það. Það var einmitt næsta spurning hjá mér fasti liðurinn okkar hvað er það á prjónunum og nú ert þú bara með eitthvað leynda á prjónunum. Nú er ég bara með leynda á prjónunum. En þú ert samt með það hérna á eldhúsborðinu hjá mér þetta lúkar ekkert eðlilega juicy. Ég var að leyfa Rakel að káfa
Ég er búin að fá K og ég er líka búin að fá að sjá þessa leini uppskrift. Þetta er vá hvað þetta verður geðveik peysa, sko. Ég eiginlega verð líka, núna langar mig að fá að Þú kaupa verður svona að gat, prjóna hana, sko. Og þú verður líka að prjóna úr þessu kalli. Þetta gat, ég sé það bara að þetta geti komið upp í, ég geti notað þetta í staðan fyrir 2-faldan plötulapa í uppskriftu. Já, þetta er akkurat svona okkar áferð sem ég og Rakel fílum. Það er svona ullar áferðin þarna, sko. Svona loðið. Máli stinga pinguleiði. En þetta stingur aðeins en það gefur samt nokkra kossa á móti. Miðað við lopan stingur þetta ekki, en ef þú ert smá við... mikið hérna. Já, móher mikið. Þannig að þetta stingur mann en gefur mann smá kossa tilbaka. Já, mér finnst það geggjað, sko. Þetta er ekkert eðlilega djúsi peysa, ég hlakka sjúklega til að fá að sjá hana. En nóg chaosið hérna sem er alltaf í kringum mig. Hvað ert þú búin að gera síðan við hittumst senast? Það er alveg töluvert langt þegar við hittumst. Það eru 2 mánuðir. Það er nefnilega 2 mánuðir. Nei, reyndar við tókum upp, það eru örugglega bara mánuðir. Við erum í september. Október, nóvember. Það eru 3 mánuðir síðan við gáum út þáttinn. Herðu, ég er bara búin að vera að gera same old. Ég er bara búin að vera að skrifa uppskriftir og ég er búin að vera í svona hönnunar live. Ég er ekki búin að vera að teikna nýjar uppskriftir. Heldur er ég bara búin að vera að prjóna það sem er búin að vera á teikniborðinu mínu. Sumar uppskriftir er ég búin að vera með kannski einmitt í 2 ár. Já, ertu ekki bara að vinna upp þá svolítið svona núna? Jú, í rauninni. Já. Ég er búin að vera í svona, einmitt, kannski bara að því þessi vinna sem ég er búin að vera að vinna í þetta svona, einmitt, vinnan á baku tjöldin sem að mér finnst ég vera að uppfara uppskriftina mínar, bara orðalag og þannig og gera þær kannski aðeins skýrari þó svo að feedbackið sem ég er búin að fá er að það eru mjög skýrar og auðvelt að fara eftir. En þá er ég aðeins að laga til að gera það aðeins skýrari og það bara, ég er í 100% vinnu, svo kem ég heim og ég set hérna kannski í 16 tíma á dag við frið fram að tölvuskjá. Þannig þá verður maður svolítið þreyttur og þannig ég er ekki búin að vera í svona, er ekki búin að vera að koma til mín eitthvað svona, einhverjar hannanir. Ég er alveg búin að vera að hafa smá áhyggjur af því ég er búin að vera líka bara, ég gerum alveg grein fyrir að það sem ég er búin að gera á síðustu 2 árum er rosalega mikið. Mjög afrek. Ég er nú bara afrek. Já, ég verð bara að vera sammálaði. Ég fer alltaf all in í allt sem ég geri og þetta er svolítið mikið. Mér finnst þetta svona hálf óþægilt að vera að segja ég er bara búin að vera að gefa út í 2 ár af því þetta er svolítið mikið uppskriftum en þú veist, maður er náttúrulega bara aldrei að bera sig saman við neitt og ég er náttúrulega bara að gefa út úr lopapeysur þannig ég er bara með grunnskjal þannig að bara munstrið og svona kannski tölunar aðeins sem breytast þannig ég er ekki alltaf að skrifa nýja uppskrift. Þannig já, það er í rauninni bara ég er búin að vinna upp teikniborðið mitt og að uppfæra uppskriftirnar og ég er svolítið þreytt á því núna en ég held ég hafi náð að klára það í gær þannig að vonandi fyrir að koma til mín eitthvað svona meira kreatív. Örugglega það fylgir örugglega þegar ég fyrir að slaka hans á. Já, ég held að komi svolítið. En mér langar samt að nefna að mér dáist svo mikið það er að ég dáist langt mest af þér sem uppskriftarhönn er að þú ert með svo gott eyra fyrir svona tilsögnum sem sagt, þú ert svo góð við pröfuprófuna þína og þú hlustar svo vel á þær þar sem þær hafa að segja og þú ert aldrei eitthvað svona glörða. Þú veit ekkert hvað hann segja. Tekur allt til þín og svo ertu bara svona að melta þetta og eins og segir hérna þú bara skráir þetta bara allt niður hjá þér. Svo ferð þú bara beint í að vinna þar sem að fólk nefndi hvað mætti gera betur. Mér finnst þetta svo stórmannlegt af þér einhvern veginn. Að því maður heyrir alveg að stundum svona hennir fá svona tilsökt til sín en henni finnst hún kannski vita betur. En til hvers er þá pröfuprófnurinn ef hann má ekki koma með einhverja punkta? Ég finnst það bara mjög mikilvægt og bara það mikilvægasta af því sem að ég fæ út úr þetta bara ómetalegar upplýsingar sem ég fæ út úr pröfuprófunu og stundum er ég ekki sammála það eru kannski verið svona ég man eftir kannski 3 atvikum sem ég var ekki sammála Þú ert með mjög marga pröfuprófnura. Já, ég kom með rosa margar sem er bara geggjað því þær svona rótirast. Já. Ég held að það eru svona 2 sem eiginlega pröfuprófuna hverja einustu uppskrift. Það eru rosalega sko hérna 2 frá Þýskalandi. En hérna svo eru bara mjög mismunandi fyrir að taka og mér finnst svo gott einmitt líka að fá inn nýjar því það koma fersk augu inn á og stundum koma þær bara með fáránlega góða punkta sem ég bara vá og ég horfi á að þær eru að hjálpa mér að gera mína uppskrift betri. Af hverju myndi ég ekki nota og líka eitthvað sem að ég hugsa bara eins og þegar þú ert að elda þá ertu bara kannski autopilot, það er mjög skýrt fyrir þér að þú ætlar að gera þetta svona svo kemur kannski maðurinn og ætlar að gera sama rétt hann er á engan hátt að fara að gera það nákvæmlega eins og þú menn aldrei. Þannig að það er rosalega mikil vinna að uppfæra allar uppskriftirnar þetta er alltaf þess virði að fara að gera uppskriftirnar betri en hérna það er kannski þáttu efni í annan þátt einmitt öll þessi vinna sem fer í uppskriftirnar er gríðarlega því ég veit að sumir hönnuðir kannski byrja bara ok
allar uppskriftina héðan í frá verða svona, en ég vil uppfæra þar allar og reyna að hafa þar allar. Ég ger bara einu uppskrift og bara ein stærð og þegar ég beðin að stækka hana, ég bara ég var bara að gera son minn en ég gera bara 1 áls til 1,5 áls, það var bara stærðin, einstu takk og ég bara, já, ok, ég skal segja hvort ég geti stækka that's it, náðu ekki lengra, sagan búin það bara var mér ofviða þetta getur verið flókið, sko ég gat ekki, ég bara hef ekki hugmynd hvernig ég ætti að orða þetta á einhvern annan hátt eða eitthvað álíka eða hvernig ég ætti að setja þetta betur upp eða hvernig ég ætti að reikna þetta út heldur nákvæmlega, en þetta meina ég byrjaði bara ég vissi ekkert hvað ég var að gera, ég vissi ekkert hvernig ég átti að gera þetta ég bara byrjaði að skrifa eitthvað niður fór ég að fá athugasemdir frá pröfubrjónum og þær eru bara algjörlega búin að hjálpa mér að geta gert uppskriftirnar ennþá betri en þær eru ómetanlegar og ef það er ykkur sem hefur pröfubrjóna að hlusta bara á ekki til orðin til að þakka þeim fyrir þetta er gjörsamlega ómetanlegt sko ég bara dýrka þær þannig að já, þetta er það sem ég er að gera núna og ég er akkurat ekki, ég var að fella af hérna einni peysu í morgun þannig ég er ekki með neitt að prjóna ég er að ströggla við núna, ég á svo mikinn hvítan álafóslapa að ég er svona að reyna að hugsa ég er svona eitthvað að reyna að brainstorma núna núna er ég er í þannig stöð, ég er að rembast við að koma með eitthvað hönnun eða eitthvað nýtt mynstur sem að er bara ekki að koma til mín en ég er samt með gatni tilbúið ég langar ógeðslega að fara að prjóna en ég er bara ekki með uppskrift fyrir akkurat þetta gat núna Herðu, við að fara að segja þetta gott? Já, það er komið gott. Það er komið gott. Við ætlum bara að þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta á þennan þátt og ég hlakka til að finna fyrir ykkur nýjan, þáttastjórnanda með í næsta þætti. Já, nýja meðlum. Við erum meðlegjandi. Já, en með þetta.